anti-everything fólkið sem hefur ekki klikkað á því að hafa rangt fyrir sér. Hvort sem við horfum á COVID, með Black Lives Matter, með Me Too, með öll þau svona réttrúnaða mál sem við erum að sjá, að það hoppar alltaf á vagnin það að vestrið sé upphaf og endir alls ills. En það ekki afstaða Venezuela búa að svo virðist. Það virðist miklu frekar vera upp á teningnum að fólk sé mjög peppað yfir því að Hugo Chávez hafi verið steypt af stóli. Hvað tekur við og hvað tekur ekki við? Það svolítið erfitt að segja. Hver fer með stjórnartaumana? Þetta olíu? Já, líklega. Þetta eiturlyf? Kannski að einhverju leyti, líklega ekki stærsta ástæðan. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 7. janúar og árið 2026. Gleðilegt nýtt ár, gleðileg jól og allt það. Ég vona innilega að þið hafið haft það mjög gott hátíðarnar. Ég laugaði ykkur síðast að það ætti að vera þáttur á fimmtudeginum en ég ekki með aðgengi að hlaðvarpstúdíóinu á hátíðardögum. Þannig að ég þurfti að svíkja það og það náttúrulega átti líka við nýársdag. En núna þriðjudagur og ég núna ekki að senda út í beinni. En ég búinn að komast að þeirri niðurstöðu að ég ætla örlítið að endurskoða það eins og ég ræddi nú í þar síðasta þætti að með minnir þegar ég var með þátt í beinni. En ég hef svona komast að þeirri niðurstöðu að mér líkar betur við pælingarnar þegar að þær ekki í beinni og ástæðan sú að ég tek upp í mjög góðum gæðum á þeim kamerum sem ég með. En í gegnum OBS að þá það forrit sem að maður tekur upp í gegnum svona streymi að þá í rauninni getur ekki tekið upp í sömu gæðum og gefið það út í sömu gæðum. Það fór í taugarnar á mér en það sem að mér þótti líka verra var að hljóðgæðin voru ekki þau sömu í streyminu og ég fór aðeins að stúdera þetta að það bara það sem að gengur og gerist þegar þú með svona efni. Og ég veit nú ekki hvort að ég sé að horfa á mig of stórkallarlega með því að segja það en mér langar að eiga þetta efni svona svolítið til framtíðar og þá langar mig svakalega eiga þetta í mjög góðum gæðum og þá náttúrulega sérstaklega hljóðið. En ég veit að það eru margir sem eins og ég sem að horfa ekki á hlaðvörpin heldur hlusta á þau og þannig að mér langar að hafa þetta í þannig gæðum. En ég ætla bara alltaf að mæta þá snemma morgnana á allavega fimmtudögum en stundum líka þriðjudögum eins og ég að gera núna. Þar sem að ég bara fara yfir málefni líðandi stundar eins og þið þekkið. En mér langar samt að hafa það í þannig gæðum að það sé, já, svona eins og mér líkar það. En ég ætla þá bara að mæta snemma morgnana og gefa þáttinn út á morgnana líka. Þannig ég mæti svona kringum 8:30 og þá ég að gera ráð fyrir þættinum fyrir hádegi. En já, það svo sem svona það helsta í þessu sem ástæðan. Það líka náttúrulega auðveldara að hafa aðeins betri stjórn á myndböndunum sem ég að sýna ykkur. Mér langar að hafa þetta í betra reynsli, mér langar að gefa þetta út þannig að það sé minna hik, minna basl og fleira þvíumlíkt. Ég ekki búinn að taka það eins og vera út af borðinu að vera með svona streymi í beinni en ég mun þá líklega gera það á YouTube og ég á bara eftir að fara yfir í betri útfærslur á því. En þið þekkið þetta, þið sem að hlusta á partus.is/einpæling það sjálfsögðu að hlusta á þetta í nánast beinni en það engar auglýsingar að sjálfsögðu heldur. Þetta eitthvað sem að kemur út núna eins og segi 7. janúar en þið sem að hlusta á þetta á YouTube eða annar staðar náttúrulega að hlusta á þetta miklu síðar. Þannig að ef þú hefur tök á og langar að fá þetta efni í beinni svona nánast og þann dag sem þetta kemur út að þá ferðu inn á partus.is/einpæling en þannig einnig að styðja við bakið á því að þetta hlaðvarp verði á annað borð til. En vindum okkur í það sem við ætlum að ræða í dag sem að svolítið óhjákvæmilega Venezuela. En núna Maduro í haldi Bandaríkjamanna og í New York þar sem að hann að sæta ásökunum ýmis málefni varðar eiturlyf, varðar misnotkun á misbeitingu held ég á vopnum
og fleira því líkt. Bandaríkjamenn og Trump búin að lýsa því yfir að þeir ætla að stjórna landinu. Það svona svolítið á reiki hver fer með stjórnartaumana. Núna náttúrulega varaforsetinn sem að búin að taka við, svarði eið sinn í dag ef ég að sjá þetta rétt eða í gær. Þannig að það alveg stórkostlega einkennilegir tímar að eiga sér stað og sem að lætur mann svona hugsa hvar við stöndum í þeim efnum. En það sem kannski sérstakast við þetta að fólk núna keppist við það að lýsa yfir sinni afstöðu til þessara mála. Oft á tíðum, þetta alveg fyndið náttúrulega þegar að Bandaríkjamenn drógu sig frá Afganistan, þá voru allir sérfræðingar í málefnum Afganistan. Fólk leggur ekkert mikið kapp á það að kynna sér málið til þess að komast að einhverju niðurstöðu, heldur fer svona í ákveðin upplaup. Og það svolítið það sem að mér finnst vera að gerast í dag, reyndar beggja megin. Ég tek ekki afstöðu til þessara mála. Ég bara veit ekki hvers konar forsendur fólk hefur til þess að takast eða vera á þeim buxunum að þau getur verið að slá upp einhverri einarðari afstöðu til þessa máls. Þetta náttúrulega einhver sem bara ennþá í gangi. Það sem að mér hefur þótt svolítið sérkennilegt að þeir Venesúela búar, og ég á ennþá eftir að finna þann Venesúela búa sem mjög mótfallin þessu. Það nokkrir sem ég hef séð sem lýsa ákveðinni tortryggni í garð Bandaríkjamanna eðlilega og segja að þetta hafi ekki verið kannski endilega svo niðurstaða sem að þeir hefðu viljað sjá, en benda samt aftur á móti það að Maduro og Hugo Chávez á undan honum hafi verið hryllilegir einræðisherrar sem voru að beita sitt eigið fólk hryllilegu, bara ofsóknum og hryllingi í áratugi. Og það eitthvað sem að mér finnst að þurfi að horfa til þegar maður tekur afstöðu til þessara mála. Ég að lesa núna bók sem heitir, og mér finnst það frekar góðu titill, en hún heitir Things Are Never So Bad That They Can't Get Worse, þar sem að með minnir að þessi blaðamaður New York Times, þar sem hann að ferðast Venezuela og taka hús á íbúum þar og fara yfir stöðu landsins, og þar fjallar hann náttúrulega það hvernig stöðu borgararnir eru í gagnvart ríkisvaldinu og hvers konar hryllingi þeir hafa þurft að sæta undir sósíalísku fyrirkomulagi, þar sem að Hugo Chávez fyrst var náttúrulega að nota olíuna til þess að fara í alls konar verkefni sem náttúrulega áttu að vera til að borgurinn til framdráttar, endaði náttúrulega með því að þeir sem voru í stjórn færðu mikið til dæmis af gulli Venezuela og færðu það tóku olíuna, breyttu því í fjármagn, breyttu því svo í gull og fóru með það yfir til Dubai, sem að ég held að hafi verið flett ofan að því með því að skoða TikTok-reikninga vændiskvenna, þar sem að sáust í gullstengur þeirra sem að voru þar, vændiskonur í Dubai, þar sem að Venezuela, stjórnarmenn í Venezuela og þeir sem að voru svona hliðhollir Chavistas, held ég að þetta hafi heitið, sem að voru svona þeir sem að voru hliðhollir Chávez, þar sem að þeir voru einfaldlega að nota féð í alls konar vitleysu. Hugo Chávez náttúrulega notaði líka sitt fjármagn til þess að verða vellauðugur á meðan borgarar ríkisins voru að svelta. En þetta allt einhvern veginn, eins og segi, ég ætla ekki að taka afstöðu nákvæmlega til þess hvort að þetta hafi verið réttmætt eða ekki. Það náttúrulega innan Monroe sáttmálan svokallaða að Bandaríkjamenn geti í rauninni beitt valdi ef að einhvers konar ríki á þeirra áhrifasvæði að misbeita valdi að einhverju leyti, hvort að það sé réttmætt eða ekki. Það bara eitthvað sem að ég ætla að fara yfir í dag, hvort að réttmætt vald sé eitthvað sem til innan alþjóðakerfisins, en við erum náttúrulega búin að sjá á undanförnum árum hvort sem að það sé Líbía, hvort sem að það sé Írak eða aðrir staðir, að þá eru alþjóðalög svona svolítið brotakent fyrirbæri.
En svo ég tala nú aðeins sko, þetta eins og ég segi, með Venezuela búana, ég á ennþá eftir að finna einhvern sem að var í svona einarðri afstöðu gegn þessum aðgerðum það að í það minnsta Maduro hafi verið steypt af stóli. En Maduro náttúrulega sá einstaklingur sem að tekur við af Hugo Chávez. Hann hafði verið utanríkisráðherra ef ég að muna þetta rétt þarna áður, en hann tekur við stjórnartaumunum og rekur í rauninni sömu stefnu og með loforð það að þessi svona Bolivarian stefna sem að vísan í Simón Bolívar sem að var sá sem að hefur fengið heiðurinn fyrir það að frelsa Suður Ameríku undan ofríki Spánverja. Að þetta var með vísan til hans. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. En hvernig sem því líður, að þá samt ótrúlega áhugavert og við sáum þetta líka jafnvel 7. október þegar að við fáum að sjá pistlaskrif þeirra sem hafa stutt Palestínu sögulega, að þá fór að sjást svona að til dæmis eins og svo ég taki nú bara sem dæmi 7. október að þá var strax farið í pistlaskrif það að Ísraelsríki hefði nú kallað þetta yfir sig og að þetta væri allt fórnarlömb síónismans sem hefðu þannig orðið fyrir árás Hamas og þetta svolítið svona þrálátt stef sem ég held að fólk sé svona hvort sem að sé að sjá í gegnum það eða orðið þreytt á því að þá þetta einhvern veginn alltaf öðrum að kenna. Það að segja að Maduro sé Vesturlöndum að kenna, Hugo Chávez og hvernig hann háttaði sínum málum, það var líka Bandaríkjamönnum að kenna og Vesturinn að kenna og þetta svona þetta þráláta stef það að Vestrið sé upphaf og endir alls ills. Eitthvað sem að náttúrulega búið að vera að kenna núna í háskólum víða, náttúrulega á stóru leyti líka með fjármagni frá Katar sem að maður þarf að horfa til þegar maður pælir í því á hvaða vegferð háskólastofnanir í Vesturlöndum af hverju þetta stórkostlega fjármagn frá Katar alltaf að koma, en ég ætla að bíða svo sem með það að ræða það þangað til síðar. En anti-everything fólkið sem alltaf á móti öllu, það bara breytist með hverjum deginum. Við sjáum þetta, svo ég haldi áfram að tala þetta í svona bandarísku samhengi og þegar við erum að tala Bandaríkin þá náttúrulega kom upp stórkostlega sérkennilegt mál það að Sómalir í Minnesota höfðu verið að svíkja peninga út úr ríkiskassanum með því að segjast vera að hýsa einhvers konar leikskóla og að þeir hafi fengið stórkostlegar fjárhæðir fyrir það að gera það, en það hafi ekki verið nein börn. Það krakkinn heitir eitthvað Shirley, man nú ekki nákvæmlega hvað hann heitir. En það ótrúlega sérkennilegt að fylgjast með bara þessum svona ótrúlega hröðum vendingum og það eins og að anti-everything fólkið sem hefur ekki klikkað á því að hafa rangt fyrir sér. Hvort sem við horfum á COVID, með Black Lives Matter, með Me Too,
með öll þau svona réttrúnaðarmál sem við erum að sjá, að það hoppar alltaf á vagnin það að vestrið sé upphaf og endir alls ills. En það ekki afstaða Venesúelabúa að svo virðist. Það virðist miklu frekar vera upp á teningnum að fólk sé mjög peppað yfir því að Hugo Chávez hafi verið steypt af stóli. Hvað tekur við og hvað tekur ekki við? Það svo lítið erfitt að segja. Hver fer með stjórnartaumana? Þetta olíu? Já, líklega. Þetta eiturlyf? Kannski að einhverju leyti, líklega ekki stærsta ástæðan. Og það svona margt svona sem að alveg verðt að athuga. En það sem að samt sérstakt í þessu að ég held að fólk, og maður að sjá það almennt séð, að fólk bara orðið svo þreytt á anti-everything fólkinu að það bara segir já, þetta bara örugglega flott. Þrátt fyrir það að hann, eins og margir hafa verið að segja, að hann fari gegn alþjóðalögum og sé bara að mölbrjóta þau. Ég fór reyndar yfir, ég slóði upp í gervigreind, þannig að við tökum kannski með fyrirvara, þar sem við vorum að skoða hvaða stríð hefði verið háð undanfarna áratugi. Ég gerði það eftir stríðsárna 1950 til 2025, þar sem að ég held að hafi verið kringum 25 eða 6 innrásir sem að fóru gegn alþjóðalögum og 6 af þeim voru Bandaríkjamenn. Þannig að það einhvern veginn að segja að alþjóðalög séu aldrei brotin og þetta sé eitthvað einsdæmi, það bara einfaldlega ekki rétt. Og það sem að mig langar svolítið að ræða einmitt bara hryllingin sem að Venezuela virðist hafa búið við. Það eins og í þessari bók sem ég var að tala áðan, Things Are Never So Bad That They Can't Get Worse. Þar einmitt fjallað þessi mál og þar einmitt lýst í bókinu að fólk hafi verið að segja að þannig upphafi þegar Hugo Chávez kemst til valda að þá hafi stefið verið svolítið bara ríkið sér það að skaffa hluti, ríkið passar upp á mig, ríkið til staðar fyrir mig. Og það var svona slagorð sem að var government provides everything for me. Og það slagorð hafi svolítið breyst í það að government provides everything for me, sem að þýðir það að í rauninni til að byrja með að þá hafi þetta verið það að ríkið sé í rauninni alltaf til staðar fyrir þig. Ef þú þarft einhvers konar bjargráð, þú þarft á aðstoð að halda, að þá ríkið að fara að koma til móts við þínar þarfir. En það hafi í rauninni breyst frá því að ríkið hafi verið svona vinur í neyð í það að ríkið sé bókstaflega sá eini sem að getur skaffað þér hluti. Og þetta svona sikkvor hliðina sama pening, en hins vegar þá ber að horfa til þess að þegar að einmitt ríkið farið að sjá til þess að þú hafir allt sem að þú þarft, að þá þarftu alltaf að leita til ríkisins. Þá engin annar að keppast það að reyna að koma til móts við þína þarfir fyrir einhvers konar þóknun. Og hvað þýðir það? Það þýðir það, að ef að ríkið getur ekki sé til þess að það sé verið að sinna þínu þörfum, að þá engin annar sem að getur það. Og þegar ríkið kemst í þá stöðu að það sé allt í einu bara einhver sem að til dæmis bara ekki með mjög gott hugmyndaflug það hvernig hlutum skaffað, sem að stjórnmálamenn í flestum tilfellum, þeir eiga að vera stýrendur en ekki stjórnendur, að þá við alltaf að horfa upp á þann veruleika að ríkið þarf að sinna þínum þörfum en getur það ekki. Og það einmitt það sem að gerðist þegar að þessi hungursneyð sem að síðar kom var það veruleika. Ég að sjá núna Gunnar Smári til dæmis að birta graf þar sem hann að segja að viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna hafi verið ástæðan fyrir því að Venezuela hafi komist á svo vondan stað. Það mér finnst að vera mjög sérkennileg söguskýring. Ég held að flest lönd á þessu tímabili hafi þurft á olíu að halda og það einhvern veginn að segja að Bandaríkjamenn séu þeir einu sem að gátu skapa þá ánauð sem að raungerðist. Mér finnst það mjög sérkennileg söguskýring, sérstaklega með þá olíu sem svo mesta olía sem til í heiminum, sem í Venezuela. Ég held að það sé miklu frekar stjórnarfar sem hafi ollið því að úr varð sem varð. En eins og segi, ég ætla ekki að taka einarða afstöðu til þess. Auðvitað hafa viðskiptaþvinganir neikvæð áhrif, en eins og Nicholas Mulder talar í sinni bók The Economic Weapon, að þá svona
viðskiptaþvinganir mjög sérkennilegt fyrirbæri, þar að segja áhrifin eru oft á tíðum allt önnur heldur en sá svona árásaraðili, ef við notum það í þessu samhengi, vonast eftir, eins og við erum svolítið að sjá núna í Rússlandi og við erum að sjá reyndar bara víða, sérstaklega þegar þú ert með jafn mikið af auðlindum og raun ber vitni, þá árásaraðilinn oft á tíðum í miklu þrengri stöðu, eins og með gasið í Rússlandi, olíunni í Rússlandi, alls konar málma í Rússlandi og náttúrulega Venezuela í þessu dæmi. Mér finnst það bara að vera skrítið að segja að viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna hefðu getað skapað svo ömurlegan veruleika eins og við höfum séð undanfarin ár. Og í ofanálag við það, þá þetta náttúrulega það sama og Venezuela búar segja. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir, þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt, en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægi stiltur á staðnum. Eins og ég segi, þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Þeir segja sjálfir að Hugo Chávez var með hann var með ekki fréttaþátt, hann var með svona einræðu þátt, bara eins og ég með hérna, sem heitir Allo Presidente, þar sem að hann var í svona game show fyrirkomulagi, þar sem að hann var að gefa fólki bíla, gefa fólki hús, fólk hringdi inn og sagðist alveg elska hann og hann svona kom þeim til bjargar. Svo var hann með svona rosalegar yfirlýsingar það að hann væri að koma til móts við þessa hópa. En í rauninni þá var þetta svona keimlíkur veruleiki eins og lýst í upphafssíðum 1984, þar sem að svona stanslaus köll í gegnum til dæmis kallkerfið í dæmi 1984, en í þessu dæmi sem var í Venezuela þá var það gegnum þennan þátt Allo Presidente, og svo voru það svona aðrir fréttaskýringaþættir sem að voru mjög hliðhollir Hugo Chávez, þar sem að stanslaust verið að keyra inn í þá hugmynd að það sé allt ekki bara með feldu, heldur að það sé bara stórkostleg velmegun. Og þar var Hugo Chávez sem að, eins og þessari lest sem að hann sett á laggirnar sem að hét Bolivar Express í höfuðið á Simón Bolívar, að þá var þetta einhver lest sem að náttúrulega fyrsta lagi virkaði ekki, en hann tilkynnt hana í vonum það, þetta var svona eins og Brákarborgarmálið, þar sem að stjórnmálamönnum var rosalega umhugað það að ýta úr vör einhvers konar, þeir náttúrulega gáfu sjálfum sér verðlaun, grænu skófluna fyrir Brákarborg, og þetta var svolítið keimlíkt því, þar sem að Hugo Chávez var að reyna að koma þessari lest á laggirnar. Hún var alls ekki tilbúin, en út af því að það var svo stutt í kosningar þá þurfti hún að vera tilbúin, og hann var þannig að hann setti upp rosa leikþátt þar sem að hann var upp í lestinni og hún færðist rosalega hægt, og þeir sögðu að hún færðist svona hægt og þetta væri testrun eins og þeir sögðu. En
það var allt í svona þessum leikþátt og í þessari bók sem ég var að ræða áðan að þá sem lýst þannig að það hafi verið svona fullt af svona simulakras sem eru svona tálsýn þar sem að þú átt að fá rosalega góða mynd af stjórnvöldum og þá einhvern veginn líður betur með það að þér gangi aðeins verð út af því að þú ert í þessu sósíalísku samheldni þar sem að fólk einhvern veginn í svona samtakamætti og þrátt fyrir það að þú hafi verið það frekar ömurlegt að þá allt á leiðinu upp á við og þú færð svona öfugan trickle down píramíta þar sem þú ert með rosalega feitt yfirlag en þú einhvern veginn þér líður aðeins betur með það út af því að þetta hljóti einhvern tímann að skila sér til þín en svo allt í einu þegar þú hefur ekkert að borða og þarft einhvern veginn að vera að berjast í bökkum á hverjum degi og þú ert með rafmagn sem það sem heitir í Bandaríkjamönnum á mjög heitu dögum en hann var viðvarandi í Venezuela svona rolling blackouts þar sem að rafmagnið bara var tekið af þér út af því að þeir höfðu ekki tök á því út af þetta var náttúrulega alltaf ríkisreikið að þá höfðu þeir ekki tök á því að skaffa þér rafmagn. Allt þetta var í þessum venezuelisku paradís sem að þeir sögustur að setja laggirnar og eins og ég sagði áðan þá var það náttúrulega Nicolás Maduro sem að fór svo og keyrði áfram þessa stefnu. En það sem ég langar líka bara að gera áður en við höldum áfram og það mér langar líka að setja þetta í samhengi þetta viðhorf og þennan veruleika, mér langar að setja hann í samhengi við einmitt Ísland og hvar við stundum í þessu, mér langar að tala Grænland eftir smá en bara til að ljúka þessu með Venezuela að þá langar mig aðeins að spila fyrir ykkur einn bút sem er Niall Ferguson þar sem að hann að fjalla það hvernig það að vera undir alræði og fjallar reyndar það, ég veit ekki nákvæmlega hvort það sé í þessari klippu en hann fjallar það í þessu myndbandi sem ég mun setja í lýsingu þessa þætti að hvernig það erfitt fyrir Vesturlandabúa sem að þekkja ekki það að búa undir alræði að skilja alræði. Það að segja eins og með þetta anti-everything fólkið að bara skilja veruleika annara, að setja sig í spor annara og hvað þeir þurfa að upplifa undir alræði. Það eins og kannski það ástæðan fyrir því að það sé svona auðvelt að grípa alltaf til þess að vestrið sé hinn hryllilegi árásara aðili, alveg sama svona hvernig, hvort sem að það haldi vatni sögulega, að þá svona kannski auðveldara að bara benda alltaf á vestrið út af því að þú hefur ekki farið til þessar landa, þú hefur ekki skoðað heiminn og þá einhvern veginn erfiðara að bara skilja hvernig það að búa undir alræði. En ég ætla að spila fyrir þessu klippu og svo höldum áfram. It's a lawless place already. I mean, I remember being in Caracas, 20 years ago, and early on when Hugo Chavez was in power, and I witnessed a homicide in the street in Caracas. And I was very surprised to see someone gunned down in front of me. And I said to the local guy I was working with, what just happened? And he said, a guy tried to get a gun off of a police officer and the police shot him. And I very naively said, well, at least that's better than if it had been the other way around. And he'd shot the cop. And the Venezuelan looked at me pityingly and said, in Venezuela, the police are just another gang. And that was back in 2005, I think, 20 years ago. It's only got worse because the criminals have been running the country with increasing impunity and brazenness. It's hard to restore the law when it's gone. It will take a long time for there to be something like the rule of law in Venezuela again. But as I said, there is a memory of it. History shows that if you've got this kind of a regime for 25 years, there's still people who remember what it was like before. And that gives you a shot at the restoration of civil society as well as the rule of law. Og núna örugglega einhverjir sem að segja við mig, eins og ég segi Niall Ferguson sem ég náttúrulega ber mikla virðingu fyrir og hann í miklu uppáhaldi hjá mér. Hann segir að Maduro hefði átt að vera handsamaður þarna og hann hefur reynslaði að vera þarna og ástæðan náttúrulega eins og hann lýsir í þessum þætti þarna einfaldlega sú að alræði sem þarna fyrir hendi
svo hryllilegt að það ekki hægt að horfa upp á það. Og þá segja einhverjir, en hann bara að sækja olíu, eigum við þá bara að fara að réttlæta það að Bandaríkjamenn fari bara og sæki hvaða þjóðarleiðtoga sem og bara nái að handsama þá og setja landið allt í upplausn, sem náttúrulega gæti alveg gerst, eins og ég segi, að það verði bara einhvern upplausn í Venezuela og sem að mun leiða til einhvers ennþá meiri hryllings. Ég ætla ekki að slá því föstu, en það eins og ég segi, ég ekki að taka afstöðu til þessara mála. Það breytir hinu þó ekki að Venezuelamenn almennt séð ánægðir með þetta, og bara ef við horfum upp á það að það svo virðist vera slík ánægja með það að Maduro hafi verið steypt af stóli, að það bara frekar erfitt að finna þá sem að voru hann hliðhollir. MBL var endar með núna, ég held ég að vera í morgun, þar sem þeir voru að sýna fréttir af því að það voru þúsundir sem að fóru út á götu og voru að mótmæla því að Maduro hafi verið handtekinn. Ég hef samt, eins og segi, í langflestum tilfellum að þá maður að sjá það að séu flestir í Venezuela og Venezuela búar sem eru annars staðar. Við erum náttúrulega að horfa upp á það líka að þriðjungur þjóðarinnar flúði land út af ástandinu sem var skapað af Maduro og Hugo Chávez, en hvort að það mun nákvæmlega leiða til góðs mun bara alfarið komi í ljós. En ég held svona að ástæðan fyrir því til þess að við erum að sjá svona the usual suspects, anti-everything fólkið fara upp á afturlappina núna, að við höfum enga reynslu af því að lifa undir alræði. Og ég náttúrulega með þessum þætti að reyna að keppast við það að við höldum því þannig með veikum mætti, sjáum til hvort að það takist með við svona stöðuna í alþjóðamálunum. En við náttúrulega sko, þegar að Juan Guaidó, minnum með hann heiti, vann kosningarnar, allavega samkvæmt svona flestum sem að hafa tekið til máls hérna á Vesturlöndum segja, hann sem sagt var í framboði árið 2019 og Maduro lýsti yfir sigri, Juan Guaidó lýsti líka yfir sigri, Vesturlönd sögðu og við meðal annars, Guðlaugur Þór var þá utanríkisráðherra, við lýstum yfir sigri Juan Guaidó og horfðum til þess að hann væri hinn rétt kjörni leiðtogi Venezuela. Það held ég hafi verið sko allt til ársins 2023 þegar að flokkur hans skiptist upp í 2 og það svolítið svona bara fjaraði undan þessu og Maduro hélt völdum. En við í rauninni höfum, held ég, ef ég að fara með rétt mál, takið þessum við fyrirvara, ég held að Ísland hafi aldrei viðurkennt Maduro sem hinn réttmæta leiðtoga. Það bæði náttúrulega út af þeim einræðast tilburðum sem hann hefur sýnt, handahófskendum eignaupptökum, morðum og fleiru sem aðrir sem svona, hvað ég að segja, setja spurningamerki jafnvel við hans réttmæti hafa gert og eins og segi, við höfum, held ég, ef ég að fara með rétt mál, aldrei viðurkennt hann sem leiðtoga, þrátt fyrir það að við viðurkennum náttúrulega sjálfstæði Venezuela. Spurning reyndar hvað Bandaríkjamenn segja við því í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En þá langar maður aðeins að færa þetta svona í viðarlensu og horfa á þetta aðeins hérna svona hérna heima. Út af því að núna hefur Þorgerður Katrín sætt mikilli gagnrýni á samfélagsmiðlum. Ég held reyndar að þetta sé mikill minnihluti
þjóðarinnar sem að svona brjálaður yfir því að Maduro sé steypt af stóli, örugglega miklu fleiri sem setja spurningamerki á því hvernig það var gert hér á landi. En Þorgerður Katrín mætti sem sagt í viðtal fljótlega eftir á og sagði að það væri allavega gott að þessi einræða væri farin. Og mér finnst það ekkert skrítið. Mér finnst ekki skrítið að Þorgerður Katrín segi það miðað við hvernig staðan hefur verið í þessu landi undanfarin ár. Ekki gleyma því að við tókum náttúrulega við fullt af Venesúelabúum, mjög sérkennileg aðgerð svo að það sé nú sagt, en við tókum á móti fullt af Venesúelabúum sem að segja nákvæmlega þetta, að þeir hafi þurft að sæta miklu ofríki í þessu ofríkisríki sem að Venesúela var orðið undir Maduro og náttúrulega Hugo Chávez undan því. En annað sem að mér þykir mjög sérstakt sko, og ég fór að hugsa þetta í sambandi við það ef við værum með svona, hvað ég var að segja, ég ætla að fá að sletta svona hotheads í ríkisstjórn. Hvað ef við værum með, nú ætla ég að vera pínulegðilegu píratana, hvað ef að píratar væru með utanríkisráðuneytið? Hvað ef að píratar hefði verið þarna að mæta í viðtöl eftir þetta? Þar sem að þeir hefðu bara sagt að við rekum bara sendiherrann heim, við setjum allt hérna í vol. Það sem gott við að hafa þessa ríkisstjórn að við erum ekki með, og líka á þingi, ekki með neina algjöra hotheads sem að vilja bara fara úr límingunum og drulla yfir Bandaríkin og einhvern veginn missa hausinn alfarið í svona stöðu. Mér þykir mjög gott að Þorgerður Katrín komið hana fram. Sumir settur spurningamerki á það að hún hafi sett það fram að hún væri ánægð með að þessi alræðis stjórnmálamaður sem Maduro hafi verið steypt af stóli. Hvort hún hefði átt að sleppa því eða ekki, ég veit ekki, ég ekki með hana svakalega svona sterkar skoðanir á því, en svo voru margir bara að segja að við hefum bara átt að alfarið bara setja, bara fara upp á afturlappirnar og algjörlega trillast, og sem náttúrulega bara sko í engu samræmi við það sem að Ísland í alþjóðakerfinu. Við erum ekki land sem að getur verið að fara upp á afturlappirnar og missa hausinn með að við sérstaklega landfræðilega legu, tengingu okkur við Bandaríkjamenn, tengingu okkur við bara alþjóðaheiminn. Við getum ekki verið að fara og missa hausinn og gera okkur að fífli á einhverjum fundum í NATO eða hjá Sameinuðu þjóðunum. Og það sem gott núna að það enginn í til dæmis á þingi sem að missir hausinn. Og ég get sett fullt út á ríkisstjórnina, hvernig þeir að haga skattamálum og annað, en þetta í það minnsta gott. Það gott að við séum ekki með einhvern hothead sem að einfaldlega missir hausinn til þess að þóknast einhverjum réttrúnaðar sinnum sem að í flestum tilfellum einhverjir iðjuleysingar sem á stanslausum mótmælum og stanslaust brjálæðir og stanslaust í einhverjum stórkallalegum yfirlýsingum það að allt sem vont í heiminum hvíta manninum að kenna. Ég persónulega mjög þakklátur að það sé ekki staðan. Og ég vil líka bara spyrja sko á móti, Þorgerður Katrín, jú ok, ef hún hefði sleppt í að segja að það sé gott að þessi einræðisherra sé farinn. Þrátt fyrir það að, eins og segi, flestir Venesúelabúar séu sammála því, flestir aðrir eru sammála því og flestir aðrir kaupa ekki þessar sögusagnar það að viðskiptaþvinganir séu eina ástæðan fyrir því að lífið sé vont í Venesúela. Ef hún hefði bara farið og bara einhvern veginn gert sig að fífli með því að fara með einhverja einarða afstöðu í því stjórn eða svona alþjóðakerfi sem við búum nú við, hefði það verið betra? Hefði okkur liðið betur með einhverja stórkostlegar yfirlýsingar ef hún hefði til dæmis bara tekið aðra svona Palestínuræðu þar sem hún fer bara að gráta fyrir framan Sameinuðu þjóðirnar það hvað það sé hræðilegt hvernig Bandaríkjamenn að haga sér? Hefði það verið betra fyrir stöðu Íslands? Og hvað á utanríkisráðherra að gera annað en að horfa í stöðu sem við erum kannski í mótfallin, en stöðu sem þrátt fyrir það fyrir hendi, við erum 300.000 manna þjóð í Norður-Ballarhafi, við þurfum að hafa einhvern sem missir ekki hausinn í þessum aðstæðum. Og við þurfum að horfa á þetta út frá okkar hagsmunum. Eins og ég hef sagt með Palestínu hérna áður. Ef að allir Íslendingar
væru með Palestínu og væru með stórkostlegar yfirlýsingar og TikTok-myndbönd og Instagram Reels og allt þetta út og værum bara alla daga að bara bomba þessu út. Ef allir Íslendingar myndu beita sig fyrir því, það myndi ekki breyta neinu gagnvart því sem að gerast fyrir botni Miðjarðarhafs. Sama gildir það ef allir væru Ísraelsmenn, ef allir væru bara einarðir í því að Ísraelsmenn eiga rétt á því að verja sig, eiga rétt á því að passa upp á það að þeir verði ekki fyrir slíkum árásum, eiga rétt á því að sprengja 3000 símasprengjur í Líbanon, eiga rétt á því að fara til Íran og sprengja þar hernaðarinnviði, eiga rétt á því að fara og sprengja Húta í Jemen. Ef allir væru bara einarðir á því og við værum bara að keyra á því narratífi, það myndi ekki breyta neinu í því hvað gerist fyrir botni Miðjarðarhafs. Þannig að sem að mér finnst að utanríkisráðherra eigi að gera, og mér finnst hún reyndar hafa gert það núna ágætlega, að horfa á hagsmuni Íslands og hugsa hvað besta skref héðan í frá gagnvart Íslandi í þeirri stöðu sem að nú komin upp. Það eina sem að íslenski stjórnmálamenn eiga að vera að gera. Og þá getum við farið í það, við erum með ESB og hvað, ég ætla ekki að fara út í það núna. En sko, við þurfum bara kaldan haus í þessu. Og þessi upphlaup og eins og segi, ef að stjórnmálamenn á Íslandi sem að slysast inn og gegnum einhvern réttrúnað, ég meina ef þetta hefði gerst fyrir einhverjum árum þar sem við vorum með stjórnmálamenn sem að voru einfallega bara einhvern veginn í upphlaupum gagnvart því sem að gerast í alþjóðaheiminum með enga vísan til þess hvað það þýðir fyrir Ísland, ég veit ekki, mér finnst þetta bara sérkennilegt og ég ætla bara að segja það að við eigum alltaf að vera að horfa á þetta út frá hagsmunum Íslands og það sem að mér langar svolítið að ræða næst sem að svona Ísland og alþjóðakerfið eftir því sem að ég sé þetta. Ég engin sérfræðingur í alþjóðamálum en ég aftur á móti reyni að kynna mér þetta og ég reyni að skilja þetta og ég hef gert það svona í gegnum ýmsa Robert D. Kaplan sem að skrifa frábær bók sem ég mæli mér reynda með sem heitir Wasteland, ég að hlusta á hana núna þar sem hann fer einmitt yfir það hvernig svona vestrið hefur skapað sér ákveðin svona væmar veruleika þar sem að við erum í svona einhvern veginn hægfara skrefum í átt að töluvert verri veruleika þar sem að við erum að vinna gegn eigin hagsmunum samhliða því einhvern veginn að vera að þrengja rétti borgarana til þess að haga sínum málum eins og þeir vilja. Það svo sem lengri saga sem ég ætla ekki í. En það annar sem heitir John Mearsheimer sem að skrifar frábæra bók sem heitir The Tragedy of Great Power Politics. Og sko, ég var með eitthvað, ég þetta búin að týna því. Ég ætlaði að lesa fyrir ykkur úr þessari bók. En hana í svona stórum dráttum í því sem hann ætlaði að segja, í því sem hann mig langaði að fjalla var að sko svona hugmyndir þess sem eða svona hugmyndir fólks sem alþjóðakerfið eru brotakendar að því leyti að hagsmunir og hvatar eru miklu veigameiri þættir í alþjóðakerfinu heldur en einhvers konar svona hugmyndafræðilegur ágreiningur það hvernig hlutinir eiga að vera. Hlaðvarpið í samstarfi við Fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á Fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á Fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur Fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þetta heitir á ensku þá þetta normative og descriptive og normative hugmyndir byggja sér á því að þú ert með einhverjar hugmyndir það hvernig þú viljar að heimurinn sé og byggir rauninni þinn hugmyndaramma á því að hlutirnir ættu að vera á ákveðin máta og þú ert í rauninni alltaf að vera að ýta þér í átt að því að gera það að veruleika. Descriptive þýðir svona lýsandi og hann svona sá þær hugmyndir byggja á því að þú ert með einhvern veruleika, þú ert að lýsa þeim veruleika sem að þú ert með og þú tekur ákvarðanir út frá þeim ramma. Það að segja, þú horfir á veruleikan sem háðan takmörkunum og hvötum
og þú reynir að hámarka skilvirkni innan þess ramma sem að þú ert með fyrir hendi. Og hann John Mearsheimer hefur fjallað mikið þetta. Hann hérna til dæmis önnur bók sem heitir The Great Illusion, þar sem að hann fjallar liberal dreams and international realities. Og ég ætla að lesa fyrir, ég var búinn að setja það hérna niður. Það hérna á blaðsíðu 188 hérna hjá mér. Að þá, sem sagt, og ég ætla að lesa þetta eins fyrir ykkur út af því að mér finnst þetta svolítið merkilegt gagnvart því hvar við erum í svona alþjóðakerfinu. Það að segja okkar hugmyndir alþjóðastofnanir, alþjóðalög og fleira eru mjög mikilvægar. Ég ekki einn af þeim sem að segja bara nei, menn að það bara kasta þessu út af þetta ekkert fyrir hendi. Þær eru mjög mikilvægar sem ákveðið svona normatíft tól. Það að segja að við erum með einhvern ramma sem við viljum að sé fyrir hendi og við séum að beita okkur að því að máta veruleikan betur að þeim viðmiðum. En John Mearsheimer meira í þessum lýsandi eða deskriptív veruleika og þarna hann einmitt að tala það hvernig svona frjálslyndis hann sko segir liberal, en þetta meira sko gagnrýni á þetta svona anti-everything fólk frekar heldur en hann ekki að tala svona klassísku liberalistana, klassískt frjálslyndi sem reyndar orðatiltæki sem að mér finnst það hafa verið stolið undanförnum árum. Hann meira að tala hérna svona anti-everything fólki og hugmyndir þess það hvernig stofnanir og svona ákveðin réttrúnaður geti í rauninu verið beitt til þess að betrumbæta heiminn. En svo allt í einu, eins og hann hérna segir, hann svona það sem heitir realisti og hérna, ég held að hann sé sko upphafsmaður það sem heitir, já, svona neo-realism. Neo-conservative realism. Ég man það nú ekki alveg, ég þarf að rifja upp betur hérna svona hugmyndafræðina innan hérna alþjóðafræðana. En hérna hann að tala þessu svona anti-everything fólkið og hvers konar hugmyndir þeir hafa gagnvart alþjóðakerfinu eins og það og hvernig það ætti að vera. Og hann segir hérna: Each liberal theory takes dead aim at realism, which takes security, competition among the great powers, and war to be a normal part of life in the international system. Liberal theorists seek a compelling story that trumps realism and leads to a more peaceful world. But none of these liberal theories makes the case for a world government, which might seem to make sense given that political liberalism can work inside the country only when there is a higher authority that maintains order. Instead, each theory assumes that the existing system is here to stay and that we need a strategy for producing peace under international anarchy. Sko, þetta og ástæðan fyrir ég lesi þetta bara út af því að mér fannst að lýsa vel þessu sem ég var að tala en normatíva og deskriptív. Þar sem að hann segir einmitt sko að, og þetta eitthvað sem að Albert Jónsson hefur talað í sambandi við loftslagsmálin, að það ekkert yfirvald sem að stýrir alþjóðastjórnkerfinu. Og þess vegna fer það svolítið í berhögg við þessar hugmyndir það að alþjóðalög og alþjóðakerfið sé bundið þessum lögum og það sé eitthvað yfirvald sem að getur þrýst ríkjum inn í þann ramma. Og þetta einmitt meðal annars sem að var fjallað í Silfrinu í gær, þar sem að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var einmitt að tala þetta við aðra konu sem ég veit ekki alveg hver hún starfar held ég hjá Sameinuðu þjóðunum, að alþjóðastofnanir eru óhjákvæmilega skapaðar ákveðnar takmarkanir. Alþjóðastofnanir ekki leiðandi afl í þeim skilningi, þær eru miklu frekar svona leiðbeinandi afl, þar sem að þeir eru með ákveðnar hugmyndir sem eru góðar að gjalda verðar og við viljum að þeir séu svona, já, bara hafa þar hátt í umræðinum. En þegar að hvatar og hagsmunir eru fyrir hendi, að þá erfiðara að segja að þeir séu bara eitthvað sem að sjálfkrafa eitthvað sem við getum gert ráð fyrir. Og hann talar einmitt þetta svona þetta anarkíska eða svona stjórnleysis ástand sem að alþjóðakerfið út af nákvæmlega þessu. Og þetta einmitt ástæðan og þetta í rauninni það sem ég var að segja áðan. Þar sem að við erum að tala það að alþjóðakerfið bundið því að það hægt að vera á þessari svona frjálslyndi stefnu, réttrúnaða stefnu að einhverja leyti,
þangað til að hagsmunir í rauninni bera það ofurliði og þá erum við allt í einu komin yfir í realisma. Og með því mér langar reyndar að koma aðeins yfir í yfir í hugarfarsbreytinguna. En áður en ég fyrir það, þá langar maður að spila stutta klippu bara svona til að negla þennan punkt með John Mearsheimer og alþjóðakerfið með annarri klippu úr sama viðtali við Niall Ferguson og ég ætla að spila það fyrir ykkur og svo förum við yfir í hugarfarsbreytinguna sem við erum búin að vera vitni af undanfarna mánuði, ár, ég veit ekki nákvæmlega hver staðsetta. Hlustum allavega þetta með mig og svo heldum við áfram. He makes it clear that his foreign policy is heavily motivated by the profit motive. That's been true in the negotiations to try and end the war in Ukraine. It's been true in the Middle East, which is why he always pitches policy first to the wealthy Gulf states, and it's true in this case too. One of the ways in which President Trump represents a throwback to the 19th century, in many ways, tariffs as well as his immigration policy and now the Trump corollary, is that in the 19th century it was regarded as perfectly normal for public and private interests to be intermingled. My favorite example is the Rothschilds helping Disraeli to acquire British control of the Suez Canal. So Donald Trump's a 19th century figure who's not outraged or scandalized in the way that the New York Times always is by the idea that there might be some private economic motives involved in the US intervention in Venezuela. Clearly, the oil majors have wanted to get back into Venezuela and to take advantage of its abundant reserves, and they've been unable to do so because of the Maduro regime. So I find it refreshingly honest of Trump to say that that is part of what is being attempted here. It always struck me as one of the bizarre features of US intervention in Iraq, that it was so high-minded that the United States ultimately failed to gain any significant piece of the economic action with respect to the Iraqi oil fields. But this is where Trump is a 19th century figure, and I think the key misunderstanding that many commentators make is to try to think of him in 20th century terms, hence all those silly analogies with interwar dictators. No, Trump has just stepped out of circa 1904. He's a Gilded Age person for whom it's absolutely obvious that foreign policy should also pay. After all, the business of America is business, in the famous phrase. Og þetta leiðir okkur aðeins svona í sérstaklega með hann punktum það að hann sé 19. aldar fígúra. Trump verður náttúrulega til út af pólitískri eftirspurn og hvað það þýðir fyrir okkur eitthvað sem við þurfum bara að pæla í. Við getum alveg verið reið yfir því hvernig Trump en við aftur á móti þurfum líka bara að horfa til þess og ég veit að ég hljóma eins og einhver Chamberlain fígúra en ég held bara að við þurfum að horfa á þetta út frá þeim veruleika sem að fyrir hendi og við erum svolítið að stíga fæti inn í, ég sagði þetta núna í júlí 2024 að framtíðin væri hægri sinnuð og það var ekkert sem að neitt gæti gert í því. Ég lofaði líka í þeim þætti að ég myndi ekki tala það í lengri tíma. Ég hef verið að halda aftur af mér bara út af því að mér finnst við vera bara svona að sjá það bersýnilega en núna langar mig samt að ræða það. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona að grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og ég held að þetta sé
Sko bæði hérna á Íslandi, þetta mun líka verða mikið til í Evrópu, eins og ég hef sagt hérna áður, þá Trump ekki að sækjast held ég eftir því að stjórna neitt í Evrópu, það hvað hann að gera í Grænlandi náttúrulega stórkostlega, já það bara vert að hafa miklar áhyggjur af því, ég ætla að ræða það hérna bara seinna, en sko við þurfum svolítið að horfa bara á það að við búum við þennan veruleika að Trump eins og hann við getum alveg verið pirruð yfir því, við getum sagt alls konar hluti, við getum verið í því að koma með svona óhófstilltar yfirlýsingar það. Ég held reyndar að það hafi ekkert upp á sig, sama gildi náttúrulega eins og bara með mótmæli fyrir Palestínu eða það að fara í selfie-flotilla í átt að Gaza. Ég held að það sé ekkert sem að hefur áhrif og ég held reyndar í flestu tilfellum sé fólk að gera sjálfan sig greiða með því að vera stanslaust að tala það. En þetta veruleiki sem að við bara einfaldlega búum við og þá þarfum við bara að spyrja okkur, hvað ætlum við að gera í því? Sko, pólitísk eftirspurn í Vesturlöndum að færast í átt að einföldum lausnum. Fólk talar sem El Salvador, þar sem að bara menn eru fangelsaðir án dóms og laga, en fólk í El Salvador segir, já, ég meina, en allavega eru glæpir búnir að minnka. Nærtækara dæmi að sjálfsögðu í Bandaríkjunum, þar sem að landverðir hafa verið fengnir til þess að fara í, já, ákveðna sókn gagnvart skipulagðri brotastarfsemi og annað. Mjög margir sem að sögðu að það hafi verið óréttmætt, en aftur á móti að þá morðtíðni búin að lækka og glæpatíðni búin að minnka. Ég held, og það alveg hægt að hafa áhyggjur af því, að sko fólk muni færast meira í átt að því að vilja þessar einföldu lausnir. Bara, nei, heyrðu, já, við erum með þetta hérna frjálslynda fyrirkomulag, við erum með þetta frjálslynda stjórnarfar, en ég meina það ekki að hjálpa okkur núna þegar við erum að sjá minna öryggi í öllum þeim borgum sem eru í Vestur-Evrópu, við erum að sjá meiri tortryggni borgarana, bæði meðalhópa, innanhópa og millihópa. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum alveg að hafa miklu meiri áhyggjur af. Ég veit að lögreglan hér á landi hefur til dæmis áhyggjur af skipulagðri brotastarfsemi í síauknum mæli og hefur jafnvel verið að reyna mikið athygli á því. Og ef að það lagast ekki að þá mun fólk bara færast í átt að einföldum lausnum sem eru ekkert svakalega fallegar. Og ég ætla alveg að segja að ég hafi áhyggjur af því líka, en ég aftur á móti horfi til þeirra takmarkana sem að okkur eru sett og horfi á pólitískan veruleika út frá því og ég ekkert reiður út í hann, en ég aftur á móti tel að við þurfum þá að vera með, eins og ég talaði áðan, svolítið kaldan haus gagnvart því. Og til að setja því í samhengi við Ísland og líka reyndar að hluta til Grænland, þá langar mig að spila, sko, það var mjög áhugavert viðtal sem var við Eld Ólafsson, sem að setti hann svolítið, hann var náttúrulega búinn að vera í einhverjum pislaskrifum hann áður, en árið 2022, stuttu eftir innrás Rússa, að þá færði Eldur Ólafsson sko umræðunar þetta frá svona svolítið því að þetta væri bara einhverjir einræðisherrar sem að væru bara að reyna að berjast fyrir því að fólk hefði það skítt og að væri í einhverju svona Peter the Great, eða þess að Putin væri í einhverju svona Peter the Great svona sókn gagnvart því að vilja endurreisa Sovétríkin og fleira. Hann hefur reyndar alveg lýst því að hann vilji það, en Eldur Ólafsson fór aðeins dýpra þarna yfir þessu viðtali, yfir það af hverju Rússar væru að gera það sem þeir væru að gera. Og mér langar svona til þess að ljúka þessu bráðum, að þá langar mig að spila þetta fyrir ykkur og svo aðeins að ræða betur hagsmuni Íslands. Það einmitt áhrif Úkraínustríðsins á sko ráðvöruna og þú talar að þarna sé í rauninni styrjöld í gangi. Já, ég byrjaði að skrifa greinar á Vísi í fyrsta skipti, ég skrifa 4 núna kringum Glasgow-ráðstefnuna og það út af því að það ákveðið þetta orðalag að heimurinn geti brugðist við bara því svona, eins og að búa til nýja heimasíðu, Facebook-síðu. Við erum svo rosalega langt frá því að Vesturlöndum að skilja út af það hvað auðlindir snúast Að byggja námu tekur 15 ár. Að koma olíusvæði í gang tekur 5 til 10 ár að minnsta kosti.
Og þá skulum við horfa aðeins til hvað Rússar hafa gert og hvað þetta stríð að mínu viti. Það að þetta hráörustríð. Þeirra útflutningur eru olíu og gas og strategískir málmar. Málmar sem, ef þú horfir á þetta sett hérna, eða olía eða orka er það sem við þurfum á að halda til að lifa við það lifibrauð sem við erum við. Tek þín orðin á, nema við ætlum bara að fara aftur í sauðakjöt, sko. Ok, og þá skulum við horfa á það, hvað snýst heimurinn? Jú, 90% af allri orku sem við notum í allt, listamennir að gera málingu eða mikrofón eða hvað það er, kemur frá olíu og gasi eða kolum. Þannig að við umbreytingin þarf þá að breytast og með umbreytinginu þurfum við miklu meira málmum, meðal áli, kopar, nikkel og svo framvegis. Ok, og þeir stýra í strategískum málmum, nánast í öllum þessum tegundum af þessum málmum eru þeir með stóran hluta framleiðslu. Rússar, já. Og það til dæmis nikkeli. Þeir eru með, það eru einungis 2 námur í heiminu sem eru með batterígreit nikkel, meira að það sem Norleisk nikkel. Og í Norleisk nikkel eru þeir með PGM sem fari í hálfleiðara, sem fari í tölvurnar okkar til þess að við getum flutt fréttir og allt þetta. Og það er orðið svo mikið munur á því að kynslóðnar sem hafa fyrst verið í banking og svo hefur verið Google og allt þetta, svo eru enginn sem hefur verið að taka þátt í auðlindamálum á Vesturlöndum og það er orðið algjör fólk tengir ekki við það hvernig þú býrð og undir það að vera með auðlindir. Og það er meðal annars sem ég tek inn á þegar þessar síðustu gerum með fæðuöryggi. Við gerum okkur ekki grein fyrir því ef það er ekki flutt 50.000 tonna ábyrgð til Íslands, þá minnkar kjötframleiðsla 50%. Mjólkurkúin, hún hættir að framleiða 7.000 lítra, fer niður í 4.000 lítra. Skilur, faðir minni bóndi, sko, þannig að hann þekkir þetta ágætlega vel. Fyrir stríð, þá var ábyrgð búin að hækka 100%. Skilur við. Þannig að þetta er svona, það eru þessi þætti sem við þurfum að fara, við sem Íslendingar þurfum að ræða og pæla í, af því að við getum ekki endilega bara sætt okkur að þó stríði hætt á morgun, ætlum við bara að halda áfram að taka sömu málma, olíu og gas frá Rússlandi eða Kínverjum og bara vera dús með það. Þannig að í rauninni geta þessi ríki sem eru einræðisríki haft algjörn verktak á okkur. Að miklu leyti til, það eru auðvitað til málmar og auðlindir annars staðar, þannig að það er tvennt sem hægt er að gera. Það er hægt að setja upp 10 ára plan, 10-15 ára plan og segja, herðu, við þurfum að framleiða og gera Ísland af raun og veru algjörlega óháð jarðefnaeldsneytum. Við þurfum að framleiða 1000 megawatt af rafmagni og við þurfum ekkert að gera það með að fara í einhverja klikkaðar æfingar með þegar að fara að taka annarkværa spildu hérna og drekja henni. Það er að stækka nú úr því jarðevirkjanir og það er að gera ákveðna hluti bara til að auka það og fasa út olíu og gas. Við þurfum að fara til Grænlands og koma þessum námum í gang sem er stærsta kista af auðlindum sem situr hérna hliðin okkur og við þurfum að verja öryggishagsmuni okkar gagnvart Norður-Atlantshafinu, þannig að ríki eins og Rússland og Kína áseilist ekki þetta og seti þetta mikilvæga jafnvægi sem er í heiminum ekki úr skorðum. Þetta er heillandi. Já, það þarf eitthvað að gera og við þurfum, sko, eins og ég sagði, 1% af fjárfestingu heimsins, bestana heimsins, fer í olíu og gas. Það eru 0,2% í málma. Hugsa ykkur hvað þetta klikkar. Og við höfum sagt bara, við ætlum bara, það byrjaði með og svo... En það er í rauninni ekki hægt að loka á Rússa, nema bara... Ég ætla bara að sýna ykkur planið sem þið gerðu. Þetta er eitthvað sem fáir áttu sig á. 2011 verður Fukushima. Þá hætta flest allir, Fukushima hérna kjarnorkuverið springur. Þá hættir Þýskaland algjörlega að byggja og fyrir að loka kjarnorkuverum. Þeir fara þá á kol. Eftir það kemur þessu vitundavakning varðandi hitun heimsins og þá fara að loka kólorkuverum og þannig á milli 2015 þá fer Rússland inn í Sýrland. Þá er fréttamiðlar vestrænna heimsvelda sem segja já, þetta er nú bara alltaf því að Rússland er til að sýna mátt sína megin. Nei, þeir voru að stoppa olíu- og gasleiðslu sem átti að koma frá Sádi-Arabíu og tengja Evrópu. Þetta snýst alltaf allt hráfuru. Úkraína er með yfir meir en 50% öllu olíu- og gasleiðslum fer í gegnum Úkraínu fyrir Rússa. Þannig að ég held að vera rosalega mikilvægt að við hættum að velta kannski fyrir okkur hvort að andlegri heilsun púti og allt þetta. Við þurfum að fara að fókusera til að fljótt við Íslendingar. Hvernig ætlum við til skemmri tíma að tryggja okkur hráfuru og til lengri tíma að losna úr þessu vandamáli. Og ég man að ég sá þessa ræðu árið 2022 og ég hef örugglega spilað þessa klippa áður, en mér finnst þetta bara vera svona heilstiftasta nálgun á það hvort við séum að horfa á Grænland eða hvort við séum að horfa á stöðuna á alþjóðavísu,
að þá þetta held ég það sem að svona liggur fyrir og við getum alveg verið að segja okkur einhverja sögur það eins og Trump segir með eiturlyfin og einhverja narkoterrorism og eitthvað þannig en ég held að það sé þetta sem þetta snýst og þá þurfum við bara á Íslandi að spyrja okkur hvað það sem að við þurfum að gera til þess að tryggja okkar hagsmuni í þessu og það í rauninni eina sem að lýðræðislega kjörnir fulltrúar sem eru kosnir af þeim sem að hafa hagsmuni af því að þeirra hagsmuni séu varðir eigi að vera að einbeita sér að ég náttúrulega, eins og segi, ég mikill aðdáandi elds og Heiðar Guðjónsson núna með hugmyndir eitthvað ævintýri í olíuleit á Drekasvæðinu eitthvað sem að betra fyrir Ísland heldur en að vera að einbeita sér að hagsmunum Íslands óháð því hvort þú sért eitthvað sammála því að við erum að leita olíu eða hvort að við erum að vera að styðja við baki á Eldi Ólafssyni eða eitthvað þannig þeir eru ekki að greiða með neitt fyrir það að fara með þessa ræðu en maður sér sára lítið frá til dæmis utanríkisráðuneytinu það að sé eitthvað að einbeita sér að þessum stoðum. Við erum miklu frekar í einhverjum svona yfirlýsingum, við erum að tala vandamál sem að koma okkur sára lítið við, þrátt fyrir það að þessi alger hryllingur, en við búum við takmarkanir gagnvart þessum veruleika. En á þeim vettvöngum sem að við búum okkur við erum ekki að hafa takmarkunum, þar að segja eitthvað sem við höfum raunverulega vald á, eitthvað sem að við erum sára lítið að pæla í. Og það að stóru leyti tel ég út af því að anti-everything fólkið einhvern veginn með dagskrárvaldi yfir því hverju við eigum að vera að einbeita okkur að. En núna erum við bara í frekar klikkuðum veruleika. Ég var að sjá núna Stephen Miller var allir með að tala það að það eitthvað sem, þú veist, ég held að hann heitir CNN, Jake Tapper. Hann var að ræða við Jake Tapper á CNN bara í nótt. Þar sem hann var meðal annars að segja að það eitthvað sem að bara fyrir hendi að það enginn að fara að berjast við bandaríska herinn þegar hann var spurður það hvort að Grænland væri að fara að vera tekið með hervaldi af bandaríkjamönnum og Stephen Miller reyndar réttilega, ég held að herstöðin heiti Thule sem þarna á vesturströnd, austurströnd, ég man nú ekki hvernig það skiptist það sagt, ef þú ert að horfa á landakorta, þá hann vinstra megin mjög norðarlega á þessi herstöð og ég veit ekkert hvað verður úr þessu með Grænland. Björk var að lýsa yfir því að Grænland ætti að lýsa yfir sjálfstæði. Þetta bara ótrúlega klikkaður heimur sem við allt í einu búum við, en þess þá heldur finnst mér að við Íslendingar ættum að vera að reyna að tryggja það að við séum að búa þannig í haginn að okkar hagsmunir séu varðir og hætta í einhverjum stórkallalegum yfirlýsingum það að sé einhver hryllingur að gerast einhvers staðar og vera að einbeita okkur að þessu. Kannski það kaldrifjað, en ég aftur á móti horfi bara á þær takmarkanir sem að okkur eru settar. Ég ætla að spila eitt myndband í viðbót þar sem að Eldur ennþá að tala í þessu sama setti. Þetta mjög stutt klippa, hún ekki að löng og síðasta og ég ætla að spila þetta fyrir ykkur og svo ætla ég enda þetta á að taka smá svona neglaðan punkt með hvatana og hagsmununa. Já, ég myndi kannski bara eina sem ég myndi segja bara mjög stutt í lokin að það eitt sem svona tilfinningar og hvernig allt og vera slett og feilt og góða stofnanir og allt það. Svo erum við að setja lög og reglur sem halda Vesturlöndum frá Afríku, halda Vesturlöndum frá þrólöndunum og við hleypum bara þessum hinum löndum inn og allir aðrir færa burt, þannig við erum algjörlega, við höfum engin tök eða forsöndu til að taka þátt í langtíma fjárfestingum í auðlindum sem skipta okkur öllu máli og þetta verðum við líka að hugsa hvernig við ætlum að breyta. Þetta tekur langa tíma og ég verið sístu 15 ár í jarðhita, olíu og gas og svo mæning og það eru fáir sem eru inn í þessum gera en við þurfum að setja meiri forsöndur og áherslu í það að þetta það sem við lifum við. Þú að koma aftur í langspjall þetta er mjög forvindilegt. Já, og ég ætla ekki að fara mörgum fleirum orðum þetta en ég ætla að tala Thomas Sowell og Conflict of Vision sem í rauninni bara bók nákvæmlega þetta þar sem að hann skiptir upp sem sagt hugmyndum okkar bara veruleikan í The Constrained Vision og The Unconstrained Vision þar sem að þessi takmarkaða ásýnd í rauninni gerir sér grein fyrir takmarkunum,
gerir sér grein fyrir því að það ekki allt hægt að gera alltaf allstaðar og tekur ákvarðanir út frá því og svo þetta unconstrained vision eða þetta ótaumhalds eða vanstilta sýn þar sem að hann fjallar það að þeir sem eru í rauninni að taka ákvarðanir fyrir land og þjóð geta svona falla oftast nær í annarkvora þessara hugmyndafræði ramma þar sem að fólki sem að missir hausinn þetta sem ekki með neitt taumhald í almennri umræðu en þessi sem með taumhald eða constrained vision horfir á veruleikan út frá eigin takmörkunum og tekur ákvarðan út frá því sem eitthvað sem ég búinn að segja núna 100 sinnum en ég ætla aðeins að til að vinkla réttrúnaðinn rétt inn í þetta því að mér langar alltaf að gera það eins og þið þekkið. Það var maður sem að kom færandi hendi tíminn daginn og lét mig hafa rit. Já, ég held að sé nú alltaf að ég segi hver það var Þórður Pálsson sem góð vinur þáttarins og hann lét mig hafa, ég vissi ekki af þessu riti en hann taldi að ég ætti að lesa þetta og sko, þetta ég reyndar, ef þú ætti að hlusta Þórður, þá ég ekki búinn með bókina, ég búinn með langar að segja 4/7, ætli það sé ekki eitthvað svoleiðis. En þetta ótrúlega gott rit sem að fyllir í mjög margar eyður sem að ég hef verið að fjalla Ég mæli stórkostlega með henni og eins og segja, hún heitir Private Truths, Public Lies og The Social Consequences of Preference Falsification og í bókinni fjallar hann það hvernig þetta alræði hugans sem að við að einhverju leyti höfum fengið smjörþefinn af var náttúrulega töluvert verri í Venezuela hræðilegu náttúrulega víðast eða víða annars staðar, ekki víðast hvar annars staðar en þar talað hvernig til þess að þóknast einhverjum félagslegum aðstæðum að þá ertu tilbúin til þess að ljúga eigin skoðanir og þetta nær allt frá því bara að minnsta dæmið þetta kannski að ef þú smakkar matinn hjá einhverjum að þá segir honum ekki að það sé vondur matur þrátt fyrir það að þér finnist hann ekkert vera frábær heldur segir bara já, þetta bara mjög fínt. Það lægsti samnefnarinn í þessu en hann tekur þetta svolítið á breiðar strókur og talar þegar að þú ert komin og byrjar að vinkla þetta inn á víðara samhengi að þá ertu komin í aðstæður þar sem að þetta hefur gríðarlega vond áhrif og ég ætla ekki að lesa það á blaðsíðu 17 minnum mig, já þar talar hann og ástæðan fyrir ég vildi nefna þetta bara út af því að þetta kemur svolítið vel inn í það sem við erum að tala hérna í dag til dæmis hagsmuni Íslands, pólitískan veruleika og pólitíska eftirspurn þar sem talað pólitíska þröskulda og þar fjallar hann einmitt það að það eru heitir pressure groups eru hagaðilar en það næri ekki alveg almennilega yfir það, þetta meira eins og réttrúnaðar samtök sem að náttúrulega í flestum tilfellum ef þau eru ekki réttrúnaðar samtök þá eru þau tekin yfir af réttrúnaðarsinnum sem að síðan bara nota það í pólitískum tilgangi þrátt fyrir það að það sé ekki hugmyndin upphaflega en þar talar hann það hvernig hann talar public preference og private preference þar sem að okkar hugmyndir það hver lýðræðislegur vilji sé eitthvað sem byggður af public preference þar sem að þú ert kannski með fólk sem stanslaust að skammast í þér, stanslaust að passa upp á það að þú sért að fylgja ákveðinni línu hugmyndafræðilega en þegar þú horfir á það í víðara samhengi að þá ertu alltaf að horfa upp á það að það þessi hugmynd okkar af lýðræðislegum veruleika sé ekki endilega fyrir hendi heldur séu skoðanir fólksins einhverjar aðrar en fólk þorir ekki að segja það af ótta við það að styggja þessi öfl sem að eru og ríghalda í dagskrárvaldið. Ég ætla að lesa eitthvað upp úr þessu en ég ætla bara að bíða aðeins með það hann getið seinna út, þetta er orðið svolítið langt. En ég mæli eindregið með því að þið tryggið ykkur eintak. Ég veit ekki hvar Þórður fékk þessa bók og ég vona að ég sé ekki styggja það Þórður fyrir það að nefna nafnið þitt. En þetta Private Truths, Public Lies, The Social Consequences of Preference Falsification eftir Timur Kuran sem sem sagt tyrkneskt amerískur
prófessor og þetta er ótrúlegt rit það sem að hann fyllir rosalega mikið eyðurnar af því sem að ég hef verið að gagnrýna allir þessar réttrúnaðin fyrir en hérna ég fer alveg 100% aftur í þessa bók út af því að hún nær utanum það hvernig svona þróun almenningssamræðina eða samræðina, ég veit ekki hvað að kalla það hefur verið undanfarin ár það sem að þeim dagskrárvaldinu er stýrt einmitt með ákveðinum ótta samfélagsmiðlar náttúrulega hafa ég held að þessi bók hún er skrifuð 1994 sýnist mér og þetta er náttúrulega fyrir samfélagsmiðla sem hafa náttúrulega gert aðgengi fólks að öðru fólki töluvert auðveldara og þannig hefur verið orðið töluvert auðveldara að halda fólki í skefjum en það var einhverjir fleiri hluti sem ég ætlaði að fara yfir fóru á hundavæði yfir margt en svona svo ég kjarni þetta aðeins núna þegar við erum að horfa á Venezuela búa, við erum að horfa á hagsmuni Íslands Venezuela búar eru ánægðir með það að Maduro sé steypt af stóli er það áhyggjuefni að Bandaríkjamenn geti bara farið inn í eitthvað land og tekið það yfir einhvern veginn með því að bara segjast gera það og handsama ekki lýðræðislega eða lýðræðislega kjörin forseta. Er það áhyggjuefni? Já, að sjálfsögðu. Er það áhyggjuefni gagnvart í því hvernig þeir tala Grænland? Bara ekki spurning. En það breytir því ekki að við höfum að vera að einbeita okkur að hagsmunum Íslands í þessu. Við erum 300.000 manna þjóð í ballarhafi. Það eru stórkostlegar hreyfingar í alþjóðakerfinu. Hvernig þetta mun koma til með að enda allt höfum við ekki hundsvit á, en við höfum þó úr einhverja moða og við höfum ákveðið stjórnarfar hér, við höfum ákveðið fólk hér sem hægt er að nýta til þess að beturumbæta lífskjör hér á Íslandi og það er það sem við eigum fyrst og fremst að vera að einbeita okkur að. Hvort að það muni gerast? Ég ætla allavega að einbeita mér að því að reyna að aðstoða fólk við það. Að lobbya fyrir því. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Ef þið viljið fá hana þátt, eins og ég segja, að þá hlustið þið á hann á partus.is/einpæling. Þið getið fengið þar RSS-flekk og tengt þetta við ykkar hlaðvarpsveitu. Þannig að þið þurfið ekki alltaf að vera að fara inn á heimasíðuna, heldur bara að vera með þetta beint í appinu í símanum. Langþægilegast að hlusta á þetta þannig. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta, takk fyrir stuðninginn og takk fyrir að vera frábær.